Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur.
Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur.
þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Já. Ertu ekki með sig Já, Magnús Karl, I love you. Svo íslensku Schwarzenegger. Schwarzenegger. Já, hann maður, þú veist, skiptir engum máli hvernig þú skrifa Nei, þetta er nánast rétt. Já, Arnold. Fá ekkert Mr. Gold í dag. Er ekkert Oreo, segir Ráður Oreo eða eitthvað stríkur? Ættar af dettin. Endur að láta okkur vita að þetta detturinn Viktor Unnar eitthvað að bæta á sig yfir á hann er hann helviti þungur, þannig kom það gott að heyra. Haraldur Jonni, hann er búin að koma sterkur inn. Já, hann er einn af þessum öflugu. Þetta doggsúkulega er að drepa mig yfir háan. Já, Kláraði þú? Ég jarða það eina Þú er búin að klára það? Já, ég jarða það eina plötu í ger. ég sko Netto Ingi alla. Þetta er til eins og það. mín uppbólsbú, þegar að reyndar ég var hardari þegar var Æslandingi Já, það var betra. Ég veit ekki en ég elska samt líka Netto og Ingi alla sko. Bara allt sem heitir Ingi alli. Svolítið komin í rætundar hana. Já, maður er svolítið komin heim þegar maður mætir þangað, maður sjá Ég er að fá frákvæðsenginni, kannski það maður bara að horfa á Kairat Almaty Sudeska. Já, maður sjá hvað ætla ég eftir að gera hér. Er það ekki bara að fara á Epic Bet og þá verða leikinni skemmtilegir? Já. Þú trústu leikir verða skemmtilegir? Já, getur hundleðilega leikið góða. Þetta er líka triksið að fá korona með þetta. Að betta? Já, gera það daginn. Já, það er alltaf snið, bara fá alltaf fjölskyldur með. Strákandi konum með stjálftíma. Ég verið að kenna bæði tengdaföðum mínum og syni mínu sko að þegar að lið lenda undir góðu lið, þá þurfum við aðeins að fara á góða lið sko. Þetta er svolítið buy low. Já, þetta er bara eins og þegar Þýskaland lendi undir þarna móti Fílabeinsstundinni. Þegar að, þú veist eins og Argentína voru undir í gær, að fara á liðið sem er undir sko. Og vinna heima unna þannig sko. Og það er ávast að puntinu vel í 2-0 í gær. Já, það var nei, ég skal viðurkenna það, ég fór ekki þá, ég fór bara í 1-0. Það er ekki hér. Ég bara einhvern veginn var bara ekki með hausinn við þetta. Það er allir að tala ræðunas Ólafs Ragnars sko. Já, menn eru greinilega sáttu við hana. Sjá. Ertu að fara að spila í gegnum pínaði í gegnum úrslitaleikin?
Já, ég er að fara að taka eins og Gatti Jó tók á San Siro, mér veitir því. Það Gatti Jó, hann gæti ekki labbað. Já. Samfærið samt Rúnar Pálum að skipta sér innan 5 mínútur og sko haltar af öllu, það var einhverjum sem fengu ekkert að fara í. Nei, hann var ekki að mæta San Siro og að spila á það. Það er bara hár rétt. Það er alltaf að fara að gerast. Nú, Tekur vító. Getur þú sparkað? Já, með vinstri bara. já, DFD bóksett, já, það er reynda rosalegt. Bestu leikir Íslands. Maður myndi bara taka staðdeyfinguna eins og maður hefur gert. Já. Hestasprötu í nýð og Já. á punktið með þig? Það finnur ekkert fyrir í 45. Nei. Fyllt át í hálfleik, Já. næstu 45. En góðu fréttnar það er leikur á morgun. Halli Frakkland, Háki, hann er með leiðilegt komið þarna. Það er hann með. Gamli kallinn í Æpsteinskjólunum. Það var af góðu einu. Það er alltaf mikið af góðu fólki í þeim sko, þannig að ekkert að Þú veist, það er mjög lúðarett bara að vera ekki í þeim Já. skjólum. Þá þýðir maður að sé ekki. Þú ert alveg, já, Eins og við þrír. ég sé ekki að fara að segja, alveg kallið úr í þeim. Nei, veist hvað ég á við. Já, Veistu, það er allir hann. Það er allir þarna. Já, með þess að einhver taxadræfir í Íslandi. Getur þetta verið seti. Sjá. Sjá, ég er að klára hér. Já, hanna. Við erum sammála orðað hanna. Já. Hann Já. ekki leikinn. Það er Britsjó, er hann ekki að fara, nú er brjála að gera í Nú honum. er að fara Glugginn að opna. Nú glugginn að opnast og verður ekki duglega að fara á Twitter fyrir mig ef að koma eitthvað transfer inn. Það er svona vertið inn að byrja. Já. En Segðu að tvíta einhverju sem að einhver íslensku leikmaður er. Hvert er, Árni vill að fara. eða Jóndagur Þorsteins? Sjá. Ok, Já, ég er kannski. klár. Nú er ég komin í hestarætt. Er þetta ekki þólumæðisvinna, Ragnar? Jú. Spyrir maður ekki tóka. Þetta er mikil þólumæðisvinna. Ég skal trúa því. Það er Hvernig er reyna. landsmótið? Það er núna. Það er núna. Það er bara í gangi núna. Já. Það er lögðaskvöldið. Já, ég kemur alltaf að setjast í honum sko. Það er bara live. Hvar núna. er það? Á Hólum í Hjaltadal. Já, Hólum í Hjaltadal. Já. Fyrir norðan, þetta er bara rétti á Söðagröki. Já. Hofsósi. Þetta er Þetta er ríkala bara fallegur staður. einn sko, þetta er einn af okkar svona heilaðri stöðum. Já, þetta er bara menningarstaður. Já, Þetta er bara live, bara as we speak. já. Já, hérna hér. Þetta er náttúrulega 8 daga mót sko, hann var naflinn í skjölun. Naflinn var pottið í. Það var báttið í sko. Það voru margir að benda á einhvern leikmann í Kólumbíu sem var vist alveg svakalega líkur í naflan. Gær? Já. Sko, hann kom inn á sem varamaður. Ekki ég er mína. Jamington Campas. Það vildi allir meina að þeir væri mjög líkir. Ef við skoða bara googla hann. Það er alveg... Sjá. Sáum með hvíta tennur maður. Þessi mynd. Það er ég. Let's go. Já, Liam Rossenior. Paris FC. Helt gæinn að vera að taka við PSG. Sko, má ég sjá hann að Google myndir af þessum gæja. Er þetta eitthvað líkt nafnanum með það? Já, það er eitthvað þarna. Það er eitthvað þarna. Já. Það er let's go. Gjör er borið fram hjör, segir Halli á HG. Halli HG, Já. segir það. Gjör. Sko, AGF með áhuga á Ragnar bara í liðstjórn.
Doktor Fútból Eilsar, góðan daginn Epic America, Doktor Fútból með Viktori Unnari og Ragnari Braga á þessum fallega miðvikudegi. Við vorum að ræða liðstjóra hérna rétt á hann. Ég gleymdi alltaf að hrósa körfuboltalandsliðinu fyrir að vinna Breta á sunnudag. Og þar var Ragnar Nathanaelsson. Liðstjóri? Hann var liðstjóri. Ég var bara eitthvað svona, er hann ennþá í landsliðinu? Þá var hann bara í brúsonum og svona, spældi í andanum í þessu dæmli. Gætirðu séð Jóa Bergfirði að taka svona að sér. Það er hjarta í íslenskum körfubolta sem finnur ekki. Ég sendi þetta þennan sigur á Stephen A. Smith, bara eins og White Boys að vinna breska landsliði hérna, gjörðu svo vel. Hann er búinn að vera hraun yfir LA Lakers og þetta var ótrúlegur sigur íslenska liðsins þar. Eitt af fáum skiptina sem ég sé lið vinni í körfubolta á þess að, vinnu fótboltaleiki og kannski ekki sérstaklega góður. Mér fannst við ekki sérstaklega góðir, en við erum búin það harðir að við vinnum. Já, gerist ekki í körfubolta að lélega lið vinni? Nei. Eiginlega aldrei. Þetta var í Bretlandi líka, ekki? Jú, þetta var í Manchester. Þetta var í Longside í Manchester og þetta Longside í Manchester ástæðan fyrir að Manchester var tímabilið kallað Gunchester. Þetta var eini staðan þar sem var byssur. Það var þarna einhverjar glæpaklípur frá Ghana. Og þar yfirmenn upp byssurnar. Danny Welbeck frá Longside. Þannig að sem er okkur svona harður. Þeir eru harðir þar en ég held að sé nú þetta er búið að minnka allt svakalega þarna. Doktor Fútból Heilsar og það er frídagur á HM í dag. Það er hins vegar engin frídagur hjá konum landsins. Konum landsins dreymir freim frá Ormsson, bræðurnir Ormsson, núna með Ormsson. Já, það er mikill andi hjá konum að vilja fá þessi freimtæki. Hugsið hvað góð hönnun getur einföld. Bara setja ramma í kringu sjónvarp. Svo ertu bara komið Da Vinci á vegginn líka? Já, Da Vinci á vegginn eða hver sem þú vilt hafa þarna og svo einmitt vini mín í Upsilon Gallery í Hamraborginni hafa verið að gera svona sérstök verk fyrir freimsjónvarpin. Ég þarf að fara uppfæra mitt. Ég er búin að vera mitt í 7 ár. Já. Það þarf að fara uppfæra núna. Þú er að fara uppfæra og það helst strax. Já, að keppa reglur í golfi. Spurningakeppni, hver hélt að það í tísku? Nú hefur strákarnir í Steve Dasgrá tekist að gera það og auðvitað verði, minna á regluvörðin, taktu þátt inn á regluverðinum, googlaðu bara regluvörður og þú getur henni ferð fyrir 4 til Spánar. Það er rosalegt. Já, það eru velun. Já, maður verður líka að kunna þessar reglur. Já. Það er nummer 1 og 3. Það er alltaf gott að kunna þessar reglur. Nýji bossilmurinn með Doktor Fútból boss beint í mark að sjálfsögðu. Ég ætla að henda okkur spurningu áður en lengra er farið. Spurningin, hún er svona. Hvar fer, af því að þetta er 66 og allir að pæla útivistu fötum okkur núna, hvar fer landsmót hestamanna fram þetta árið? Ég ætla að leyfa þér að svara þessu. Ég er búin að gleyma Hofsósi. Nei, það er ekki Hofsósi. Hólum. Já. Það ekki. Hólar í Hjaltadal. Hólum í Hjaltadal. Sko, þetta er náttúrulega rosalegt sko, af því að Hólar í Hjaltadal Skálholt þarna rétt hjá það ekki og sko, það er enginn á Íslandi skrifað jafn margar ritgerðir siðaskiptin á Íslandi eins og ég. Það er svoleiðis. Ég notaði sömu ritgerðina og flakkaði bara til námsefni. Það var bara, og Kristinn Fræði, þá fór ég að sjálfsögðu þess að, svo notaði þetta í menntaskóla líka, en var alltaf að bæta við með þekkingu siðaskiptin. Og þannig að þetta verður á Hólum í Hjaltadal. Þetta er á Hólum, þetta er í gangi. Já. Og sko, þeir eru líka miklu golfarar. Þetta er ótrúlegur staður. Það er alltaf logn þarna. Okay. Það ætti að setja völl þarna. Allavega 9 hólu völl. Þannig aðeins innar. Þrífst íslenski hösturinn vel í logni? Já, hún finnst gott að fá pásu. Já. Frá vindinum. Já. Þannig að hann fer þarna inn. Þetta eru 8 dagar. Það er pásuna frá vindinum og svo getur hann að fara aftur í vindinum. Það sem að þarf að gerast með íslenska hestina, hann þarf að fara að keppa í kappriðum. Við þurfum að fara að gera þetta aftur.
Er hann ekki á lítill í það? Nei, hann er Nei. ekkert og lítið Lappastuttur. Hann bara keppir ekki móti öðrum hestakinum, bara keppir innbyrðis. einbyrðis keppni og ég meina Já. ég sá krútlega hund að vera að spretta á ESPN núna En daginn. það þarf að gera, við þurfum að gera þetta. Þetta þarf að kveikja á þessu. Það er til keppnisleifi, þeir eru með þetta allt Leyfi saman. fák. Það er leyfið klárt. Bara getur gert ykkur geðvingadag, beðið fólk að klæða sig almennilega með Epic og allt þetta. Þetta var hérna fyrir 2000 voru risa verðið, sko. Manna þessu. Já. Skoðum Ég var þetta duglegur á hundaverðinu í galda. að betta. Já, ég fór alltaf á... Já, í Redding. Já, Já. ég fór alltaf á 50. Já, það. Já, það er litið gaman. Búst á Íslandi með Dr. Fútból. Já, náður í appið, Boost appið og gerðu góða díla þar. Við ætlum að tala um góða díla, þá verðum við auðvitað að tala um Argentínu. Þeir hafa fengið góðan díl. Það er að segja að þeir eru komin allar í áttalúslit á þess að spila við eitthvað alvöru lið. Já, Mættu hins vegar mjög spræku Egyptaliði já, sem voru þarna með Hassan á hægri kantinum. Fyrir ykkur leikmann. Já, hann mætti líka útkvildur í leikinn. Hann var geggjaður í sín leik. Hæsem Hassan, leikmaður held í Real Oviedo eða eitthvað líka. Meiri áttar í þessum leik. Herru, förum í leikinn sjálfan. Hafsend hann Ibrahim sem ég hef búin að vara við fyrir daginn. Hann skoraði þarna 1-0. já. Messi náttúrulega klúðraði enn einu vítinu. Herru, 8 víti 4 klúður. Það er svakalegt. Geti ímyndað með bara hvernig Hannesi Halldórsson er lífur með að sjá bara allir alla að verja verja. víti. Þetta er ekkert merkileg. Ég sá hann trillast á Kjarvalinsunni. Ég var á djamminu 2022. Skildi ekki á hverju hann fagnaði svo óðum maður með öllu hann í Argentínu og Holland. Þá var hann einhvern veginn í einhverju 5D skák þar sem hann var búin að sjá að væri betra fyrir sig að Messi myndi vera heimsmeistari og svona. Já. Einhvern veginn. Fyrir sitt brand. Allt. Já, Hann pælir í sínu brandi. Já, eðlilega, sem hann á að Hann gera. trompaðist, veit ég, þegar hann varði þetta vítið þarna. Búin að fá þetta tvisvar í trínu á mótur. Og Er hann ekki fyrstur í sögunni til að klikka á 2 vítum, ekki fyrir utan vítabyrningkefni? Ég held að enginn gerði þetta. Nei, ég held að ekki. Ég meina, hann tekur bara öll með. Núna er bara með sama hvernig þið er. Já, Scaloni þar er samt núna að segja bara við hann, nú slaka þú aðeins á. Tekur ekki næsta víti. Tekur ekki næsta víti. Sko, 1-0 á, þannig er í hálfleik, þeir Síkó skora svo 2-0, mark dæmt af. Það er farið 90 metra tilbaka, Já. út af hotfána hinum einn og jú, ég geti alveg unað því að það er farið aðeins í löppin á Lisandro Martínez. Já. Það er alveg stíð á hann. Já. Það er bara brotið á honum. Fyrst þeir Því miður. tjekkuð á þessu, þá var þetta bara rétt Þetta er bara brot. Já. Hversu, Bara snögg sók, skiptir engum máli hvað hann er langt í burtu frá Hann er markinu. búin að kloppa þetta menn og gera Þetta er geðveikt. svekkjandi fyrir Hassan, mjög svekkjandi fyrir hann. Þetta var, ég fekk óbræði munnin þetta. Rétt skal bara vera rétt. Já, þetta er klárt, skilja, hann stígur bara á hann. Það er bara, Og líka þetta er, það er ekki svona að sé að fara ykkur 2 sóknir aftur í tíman, þetta er bara eins löng sókn, bara beint upp. bara beint upp þarna og þetta er bara rétt fyrst hann kíkir á þetta. Já, það er farið langt tilbaka til að þefa upp brotið. Það skiptir ekki máli. Við viljum aldrei sjá brot í aðdraganda marks. Bara leikur Er má þetta ekki brot? vera þannig. Þetta er Já, þetta ok, brot, ok, stígur bara á Er það hann. ekki, er það ekki? Ég er, þannig fór Það ég er allavega vel hægt að dæma á þetta. Ok. Það er... Mögulega eina góða sem Bútsinni gerði í þessu leik, var að fá þetta brot. Já, hann var í smá, Hann ég var var í náttúrulega brasi, rósa eftir frábæran leik. Já. Hann var í smá brasi í dag. Bútsinn Ég ger sig. er búin að vera miklu stuði á þessu móti. Sko, svo hefst endurkoman. Svo eftir þetta faraði svo að skora bara annað. Já, skora annað sko Já. og Síkó aftur er það minn maður Hassan og en var það ekki Moment Salah átti ekki sendinguna. Hann Hann gefur Hassan. átti hérna hockey assist. Já. Það er frábært mark. Já, geðveikt geðveikt mark. Já. Bara frábært mark, algjörlega og ok, þá var staðan 2-0 förum við í vasspásu svo koma Argentínu venni klárir eftir vasspásuna 78-9 skorar Romero, skallamark markmann sem var búin svo góður, hann er alveg í hún. Já, en sjáu þið samt hvað hann notar hálsin í markinu. Þetta var Já. rosalegt. Já, þetta var Hann stangar hann, sko. Já, hann líka setur Martínez inn á. Já, Lát þar á, og tekur ekki Alvarez út af. Sko. nei. Skilur, hann er Það komið er bara að alvöru sækja. viktan og hann ætlar bara að sækja, eðlilega. Mögulega eitthvað sem að Portugal hefði mátt gera. Messi skorar sláinn inn, hann aftur sjóbýr boltan Já, þetta var í svo slánaðinn. Fast maður. En- nálega. Það sem að ég hjá eftir í, ég var að horfa út á rúða þetta og hérna þeir voru nýbúnir svona
4 mínútum áður en að hann skorar voru nýbúin að segja að hann væri alveg búinn á því og var ekki með lappir í þetta og tekur hann einn munni eftir sprettuna sem hann sólar einhverja 3 og á sendingu á Martínez sem skallar hann framjá og svo skorar hann eftir það þannig að hann setti sokk upp í Almar og Óla í ger Já, en hann alltaf getur aldrei verið hann var ekki búinn á því því sko. hann Það eru 6 kilometrar í leik sem hann lappandi 70 på staðum ágrís það er staðan 2-2 svo fáum við þetta sigurmark 3-2 Það en munið var er rétt geðveikt. áður en sigurmarki kemur þá eru Marokkomenn að fara upp að 4 á móti 2 Egyptarnir segi, fara 4 á móti 2 og Paredes svona einhvern veginn er að lesa ótrúlega lélegt hjá Marmús akkurat, það var helviti vel gert hann er rosalega vonbreiðan Ómar Marmús, hann er eitt launasti leikmann í Premier League hann er á insane deal hjá City og í hann svona leik hann líka byrjaði vel þegar hann kom í janúar hann var það í fyrra byrjaði hann mjög sterkt og svo bara umölugur byrjaði á bekknum í dag en það var ekkert í því marki, það var ekkert brotana Nei, það var hann eitthvað mögulega ekki alls ekki Sala ekki Sala, það var freka McAllister sem að tekur ykkur niður hann í teig sko, ég hugsaði bara með mér með hennan, var þetta í fransku dómari eða? Jú. Ég bara, þú veist, Egyptar ég myndi bara alltaf ég væri með augun hakkanum í dag ég bara, þeir voru ekki sáttir og ég meina minn maður hérna gamla stjarnan, hvað er þetta, Hussein nei, hérna þjálfarinn hjá þeim Hassan fyrir ekki sko, hann átti að segja að þetta veri spilling brjálaður alltaf fleikt í það ég sá eitthvað vídeo á hann að rækja á menn hann og eitthvað eftir leik sko að rækja 8 mönnum eftir leik þið með það eða? Hann trilltist hann var alltaf að taka þetta hvað þýðir þetta fyrir almenna leikmann? Bara búið hætti þessu? Ok það er búið, hann mætir hann fyrir eitthvað að rækja stendbendir á merkið sjá okkar hlustendur þetta þeir sjá þetta þannig að það var mikill hiti í þessu öllu saman hjá Egyptunum það sé betur við fyrir dómar jöfnuðu Egyptarnir ekki, þetta fór ekki framlengingu ég hef bara, maður hef ekki lagt í það fyrir hann sko en var þetta hérna var þetta riggað? Nei, ég held nú ekki ég meina við erum náttúrulega búin að sjá það vakti ekki svona óhugmanns að sjá hvað þessu tilbúin dómarinn var að benda á punktin við sjáum að Kunni það var tilraun til mandraps á móti Noregi og það þurfti að fara í skjáin já það er bara ekkert sami dómari nei ég veit það en við sáum það líka í franska leiknum að þar þurfti að fara í skjáin til að sjá augljóst viti og þarna gata ekki beðið eftir að benda á punktin þetta er bara liðsvinna að þeir bara hjálpast að ná réttum ákvörðunum ég meina eins og Balogun þetta var ekkert rauðspjald þetta var það bara leiðrétt eins og þetta bara var allt rétt hjá þeim þannig að þú sáttu við dómarinn í þessu leik já okay. mér fannst hann ekki svona mér fannst hann ekki slemur ég er nánast hlutlaus þegar ég salaði líka í Ægætalandi sko. þannig að þú veist ég er alls ekkert að segja að ég sé eitthvað einn favor og Messi þarna sko. þetta var þetta mark hjá Enzo er sturgl þetta er bara skólabókadæmi þessi sending líka sturgl, hvað var rólegur en þetta var líka svo gott sko með skallan þetta var svona, það var allur krafturinn í sendingunni og þetta bara stýra líka bara að því hann er að koma náttúrulega úr hann er að hlaupa í horni þá bara tekur hann, þetta var geðveikt þetta er bara þau sjá þetta ekki sem er að horfa já þetta kemur sigurmarkið Messi auðvitað þú veist er mikilvægast í leikmarinn í þessu liði nú fara þær að mæta Sviss það er skásta liði sem þeir hafa þá mætt áður en fara allar í undanúrslit já, en hann er kannski að fara að lenda í Granit Xhaka hana sem er náttúrulega ríkalega góður 1-1 já, heimitt, frábær 1-1 eins og Hjammi sagði þannig að það er spurning hvernig að díla við það sko, allt talum náttúrulega eitthvað samsæru og í FIFA og Adidas vilja fá Argentínu áfram og svona það er þú veist ég gef eiginlega ekkert fyrir það ódýrt þannig að maður gefur ekkert fyrir það nei. Ég myndi halda einmitt að Argentína sé martröðin Argentína er bara allt sem að Disney, Netflix og Vísir hata þetta allt gauður sem eins allir fættir í Argentínu allir elskaðir auðta sveppa og þú veist megatilbóði frá Dominos og
og heavy special frá American Style. Þetta bara allir gæja með sama bakgrunn, þeir eru allir vinir og allt svona. Það engin fjölmenning þarna. Þú veist, bara Netflix bara, ef vinna þetta bara, þurfa að gera mynd og megum gera með neina öðruvísi í liðinu. Þú veist, Argentína á að vera allt sem að, þú veist, við góða fólki við að hata, sko. Við þólum þetta ekki. Já, þið. Já, þú ert ekki þar. Nei, ekki þar. Nei. Ég ekki þar. En þú veist, þannig að nú eru Argentína favorites að vinna þetta mót. Aha. Já, hlýtur þeir eru að auðveldustu leiðina í úrslitaleikin. Við sáum Arsenal fara svipaða leið. Já. Svo lentu þau bara á vegg þegar þeir spilur og þessu alveg lið. Já, en þeir eru undanvísu ekki með Messi. Arsenal? Já. Nei. Vísu ekki. En reyndar það þannig að frakkar eru favorites. Já, það ekki. Þeir eru líka bara geðveikir. En maður áttaði sem samt á því. Þú veist bara eins og maður horfði á Ísland. Allt vinir saman í liðinu. Allt eins og ég gauðra sem elska auðvitað sveppa og megatilbóð og gistirikinn og allt þetta. Já, og allt þetta. Og þú veist, það skiptir svo miklu máli. Ég var á leik Argentínu og Frakklands. Argentínu var lið. Frakkar voru bara sett í hverju hotninu og bara... Frakkarnir eru svona smá orðnisleis núna. Sjáum til þeirra mæti alveg liði. Ég meina, ég var ekki Paraguay-leikurinn bara frábær fyrir mig það, fyrir frakkana. Þjappaði saman. Fyrir Unitið? Já. Þú er alveg trúið því. Já, Lautaro Martínez hefur oft átt erfitt uppdáttar í argentínska búninum, en hann hefur svona verið að spila ágætlega í þessu móti. Já. Spila líka bara miklu meira en maður hélt. Já. Núna eru þeir argentínumenn búin að berja duglega á Afríku í mótinu og nú beina þeir sjónum sínum að Evrópu. Já. Þetta magtala í gærum að sá ég að Suður-Ameríka er auðvitað uppdráttar. Í mótinu? Já. Já, ég meina, það er eitthvað til í því. Já, er þetta ekki bara eitt lið? Jú. Já, eitt frá Suður-Ameríku, eitt frá Afríku. Og restin er Evrópa. Restin er Evrópa. Við Evrópa er ennþá kongarnir í bolta, en spurning hvaðan sigurvegarinn kemur. En já, Argentína 3, Egyptar 2, munið sakna þess að egypskar liðs? Nei. Mér fannst þess að skemmtilegir í gær, sko. Já. Þetta var langbæsti leikunir í gær. Já. Hvernig þeir klára Ástralíu og bara sko að horfa á 2-0 yfir síðan á Argentínu, ég bara skildi ekkert í þessu. Nei, ég mun ekki sakna þeirra. Ég mun nú sakna Sala eitthvað, en ekki sakna þeirra. Já. En þeim, eins og ég segi, mér varst þið skemmtilegir og þessar skyndisvörnir hérna voru heldur góðar en... Loksins fekk Hassan að spila líka. Já. Sko, Messi er svo vinsæll, en þetta er ábyggilega hinn ultimate motherfucker. Já. Þetta er ultimate Sér bara hvernig hann fagnar og... Skatt, og náttúrulega var dæmdur í fangilsi fyrir skattsvík. Það er nú allir og Ronaldo líka. Já, það er ekki að benda, það er eitthvað ekki eitthvað annað. En ég meina, og er bara motherfuckerinn ennir ekkit að, læra ensku til að geta engagea við fólk, þú veist, geta spjallað eða neitt svona, býr í Bandaríkjunum, kann ekkert í ensku, gefur bara skíti í þetta. Gefur skíti í þetta og bara fæ líka bara vini sína sem að tala bara spænsku í liðið. Já, og svo eru þeir alltaf sko allir saman, sem ekki Unity og berða þetta saman við Ísland. Já. Þeir eru bara allir, þeir elska bara að fá sér steik, hlusta sömu tónlistina, þeir eru allt saman maður. Já, þetta er bara, það er Unity í þessu liði. Já. Það myndaði bara svona einhvern veginn, hann er fremstur og svo eldaði hann. Ég væri til í fjölmenningu þarna. Ekki ég, við þurfum að halda einhverju löndum svona. Einhverju löndum öðruvísi. Já, það má ekki allt vera eins. Ég sakna þess, kannski er það bara ég. Því að eins og maður núna, þú veist, við erum komin með fjölmenninguna í Þýskalandslið. Já. Og maður svona, ég væri til að sjá Argentínu, en eins og ég segi við á, do better. Do better. Já. Það er þannig, skilabóðnir skýr, do better. Já, höldum áfram. Já, maður var líka að horfa á boltan í gær, þjóðin einhvern veginn að jafna sig eftir þess að ræðu frá númer 5 sem að fór á kostum. Þetta var ótrúlegt. Já. Ótrúlegt maður. Þetta er bara, er þetta ekki besta ræða sem maður séð? 83 árum ekkert blað fyrir fram að sig. Já, á íslensku. Lappar hliðin, hann stóð hliðin á pontunni. Já. Bara þegar þetta var unbelievable, orkan í manninum. Já, talandi orkuna og förum við með orkun náttúrunar og nappið góða áfram Ísland. Já, ef þú ferðast Ísland, þá getur þú hlaðið með að sjálfsögðu og keyrum áfram Ísland. Já, það eru góða spurningar hérna. Örn að tala að sigur Svissa verið áfall
því að ég hef verið að tala að Evrópa hefur verið að gefa eftir, það var af því að þeir voru nokkur ömuleg evróskliðarna í keppninni eins og Skotar, Tékkar og Tékkar sérstaklega, Þjóðverjar náttúrulega lélegi líka en við erum náttúrulega með Asíu fjölmennustu álfurina sem getur ekkert í fótbolta. Það nú bara einu sinni þannig að fara inn að leik milli Kólumbíu og Sviss í gær. Þetta var nú kannski, ég skal bara viðurkenna það, ég hætti að horfa á leikinu og fór að horfa á Novak Djokovic. Þú gerir það? Já. Ég bara þegar ég sá að hann komin í tæplega 5 klukkutíma leik þá hugsaði ég verð að sjá vintage, þú veist bara, þetta er svona moment koma kannski aftur, þar sem ég get hort á minn mann Novak Djokovic og voru allir mikið af fólki í krátunni í Djokovic against the world bólum. Og var það? Já, það er allt það er bara búið að stilla þessu þannig. Já, en hann fílar það. Hann vill það að sjálfsögðu, þetta er svona þetta er skrýmsli þessi maður og bara fylgjast með honum í gær, það var rosalegt og vann þetta í 5 klukkutíma, reyndar fara að mæta Jannik Sinner núna sem að ég er ekki alveg viss að hendi okkur mjög vel. 5 klukkutíma leikur? Já, 5 klukkutíma, rúmur 5 klukkutíma. Vitið hvað lengsti tennisleikur í heimi er? Sem hefur verið? Nei, 7. Nei, rúmlega 11. Ok. 11 tímar. Það hafið okkur reglur frá því gamla daga eitthvað. Það er mögulega. Já, það hafi ekki verið tie breaks eða eitthvað stíkt sko. Nú, magnað. Þessi leikur í gær, það vantaði þetta svolítið í svissneska lið. Hvað með mann Sambi? Kemur hann tilbaka? Það er óvíst. Já. Það er ekki alveg víst, allavega ekki svona þegar stutt í næsta leik. Allavega svona voru fréttina þannig. Já. Þetta var ekki mikið fyrir auga, þessi leikur. Nei, og mér fannst hvernig, nú hef ég ekki hort allt og mikið á Kólumbíu sem móti. Eru þeir búin að vera, þú veist, mér fannst þeir bara búinir á því. Þeir eru kannski betur gert eins og Noregur hvílt í einu leik. Já, en Kólumbíumenn lögðu náttúrulega mjög hart að sér til þess að vinna en að riðil sinn og voru betri en Portugalir í þeim leiknum, já. Ég var fyrir vonbrigðum í gær með Kólumbíumenna. Sko það er náttúrulega, það er enginn annan til að skora. Díaz. Já, ég var að benda á John Duran. Já. Við máum að sé hvernig mörk hann getur skorað. Já, hann getur skorað öll hvernig getur hann ekki komast í 26 manna hópaðum? Þegar maður að horfa á þessa framlínu í gær. Það er bara hversu lélegur er hann bara búin að vera? Hann er náttúrulega alveg búin að fara bara straight down, sko. Já. En svona fyrir þessa varnar pjúrista, þá er þetta að horfa á þessa varnarleikju liðunum eins og hjá Sviss. Þeir voru með allt á lása þarna 84, sko. Góður þarna, hafsendin. Elvedi? Já, hann er drullusegur. Zakaria í hægri bakverðinum, miðjumaðurinn. Einn stærstu vonbrigðin í þessu móti hljótaður Luis Díaz og framganga hans í mótinu. Ég meina, hann var stórkostur með Bayern í ár. Það var þarna moment það sem ég hugsaði, ég sé hann Miljónsson hlaupa núna í gegnum svona mann og skora. Þannig í lokin þegar mista hann frá sér. Klafsast í gegn einhvern veginn. Ólíkt honum. Já, með hvað hann kom heitur inn á móti líka. Já. Það er, maður bjóst við tölvöld meira frá honum. Ég var vikinn það. En þetta var svona heilt yfir leiðilegur leikur. Ég við ekki um það, ég setti þennan leik á í tölvun og tók Víkingsleikin. Já. Því að hann var... Já, með hann einmitt í símanum. Það var svo skemmtilegri. Já. Ég fór á hann líka. Og var með hennan í símanum. Já. Það var svona, þetta var... Það sá að gömlu hundarnir spiluðu allan eikin. Remo Freuler og Granit Xhaka. Já. Það nóg eftir þar. Já. Og svo var vítaspyrnu keppni og þá náttúrulega kemur í ljós að Sviss eiga alltaf góða markmenn. Gregor Kobel. Það var einn þarna. Já, náttúrulega. Það greip næstu í eina, sko. Já. Fullstretch. Já, en hann átti nú líka að verja hann að fara undir hann. Já, þú veist, það er bara ákveðin staður. Þetta er... Mér átti náttúrulega að verja það. Já. Það er bara mitt mat og það þarf ekki að spegla mat þjóðarinnar. Já, Granit Xhaka frábær í þessum leik. Ég meina, jú, Kólumbíumenni fengu betri færi og hinn kólumbíski nafli sem heitir aftur Campas. Jamington Campas, hann fekk þarna algjöran dettara. Líka gaman að segja, Jeremína kom inn á. Má gleyma honum. Óvæntur. Já. Það var óvænt. Já, þetta var hryllilegur leikur. En svona fyrir svona fælighittin, þjálfari Múrat Jakin. Já. Hann er ekkert eðlilega hugulegur. Já, ég er mitt hjó eftir þessu gert. Jöfull leita hann vel út, maður. Þetta er bara rugl, sko. Já. Þessi glerugu farunuleika ekkert eðlilega vel. Mér langar núna bara í glerugu. Svo er hann með 3-4 gráa loka sem koma í mitt háru. Svakalegur. Vá, maður.
Þetta er geggjað, guður. Það er einhverju að búin að setja Ben Stiller í hérna starfskeiðin Hudds do it, gæinn. Já, þetta er gott. Já. Leit gríðarlega vel út. Já, hann var í stuðu þarna. Ég finnst Sviss ekki henta Argentínu frábælega. Nei. Það er hundlegilegt að spila mútið hliði. Já. Það verða nú feskir á laugardagskvöldið. Já. Miðvikudag, fimmtudag, föstudag. Nei, samt, það vantar svo mikið í liði. Það er svo margir meiddir núna hjá þeim. Hvað, þrír frá? Það, ég held að verði alveg smá sprung. Ég voru allan ég hef ekki fengið neitt staðfest með Mansambi en fyrst þetta nýjumessli og maður ekki rosalega vongóður. Það gæti samt alveg verið bara einhverja bólgur og svo bara sprauta. Bara voltarinn og bryðja. Já, bryðja voltarinn bara. Og svona kannski 2 rakettur. Í rassinn. Sprengitöflunar. Já. Ég man að Totti var alltaf að hendi einhverjum stílum í maður þegar maður var eitthvað tæpur. Já. Taka stíl á fullorðinsaldri, það er með skrýtnari moment sem átt með sjálfur þér. Við höfum séð þetta myndir af Mansambi sem hann er að haldra og hann lappar hann eitthvað svæðið. Ég er svo sem get lítið lesið í þetta þó ég sé náttúrulega út nýja sérfræðingur. Já, hann verður eiginlega að vera með. Hvað lest úr þessu? Ég les úr þessu það er einhver vökuasöfnur tappa af sem mætti tappa af. Þetta var ekki góður leikur. Það var bara að segja alveg svo. Já, þarna var einn Arnór Sölva farið við það sem ég var að tala áðan. Prófessorinn talaði að vantaði lappir á Messi. Það er grillið. Já, það er rétt. En það á hann ekki verið þreyttur lappandi völlin. Nei, það er ótrúlegt að tala það. Það held ég. Það er nóg af liðum á HM sem að hafa ekki unnið heimsmeistaramótið núna. Já, steypistöðun með Dóttorfútból, við svona kíkja aðeins áttalúðslitin, við ætlum að vera off á morgun, en annars aldrei off, verum að sjálfsögðu að kynna okkur allt og fylgjast með öllu. Steypistöðun og Dóttorfútból, við elskum þessar hellur að sjálfsögðu. Drengir, það er leikurinn á morgun, það er Frakkland Marokkó. Afríkumeistararnir, verðum við ekki að segja það? Jú, við verðum að segja það. Er það séns? Nei. Ég held að það er eiginlega séns. Ég held að þetta verði mjög skemmtilegur leikur. Hraður og skemmtilegur. Já, ég held ekki. Ég held að þetta verði svona solid 2-0 og þeir bara svæfaði eitthvað. Frakkarnir? Já. Það er mín tilfinning. Sáum þessi liðið þetta mætast í undanúrstum á síðasta árum. Það fór 1-0 og það ekki. Það var náttúrulega Amrabat, sko. Já. Hvað eru margir frakkar í þessu liði á Marokkó? Ekki nóg þeim? Frakkar hollendingar. Þessi Boadi, er hann ekki frakki? Hann er, ég held að hann sé frakki. En allavega þá... Svona eina spurningin, er þetta Dú eða er þetta Barcola? Annars finnst mann þetta vera... Settur hann ekki Dú inn fyrst að hann kom með fiskaði víti í sísta lík? Jó, það var náttúrulega með ráðum gert að ráta að byrja á bekknum þar og svo kom inn og sprengja þetta upp. Tchouaméni, kemur hann inn? Nei, ég held að vera saman með það. Bara með Kone? Já. Ég held að. Það eru 5 argentínski dómarar á þessu leik. Finnst fólki ekkit skrítið að 7 argentínmenn settir á þennan leik? Ég veit ekki alveg hver er pælingin hér að bara... Það er fyrir Argentínu að sleppa við frakkana kannski? Já. Nei, ég held að sé ekkit. Já, við veist að þetta er alveg valið pæling, sko. Já, þú veist. Það er 8 lið eftir. Ef þetta fyrir illa, þá er alveg þetta... En ætti ekki bara að vera, það er 8 lið eftir. Já. Þá bara er ekki dómar að fara... Nei, það er kannski erfitt að gera það. Pæling bara. Já. Sjáum... Já, það er... Þetta verður alvöru leikur á 5. Og sko... Með Sviss sem ekki orðið unnið HM, með Noreg, Marokkó, Belgana, hvað er marg lið þarna? Nú er ég ekki með þetta fyrir fram. Þetta er öll liðin eftir. Það er með Spán, England og Frakkland á hennu. Þetta er 5-8. Í öllum þessum 4 leikjum er clear favorite. Já. Erum við sammála því? Já. Ég er... Ekki Noreg, England. Já, ég ætlaði að segja það. Ég er ekki, mér finnst ekki clear favorite svo England þar. England er clear favorite. Nei, ekki clear favorite. Er það? Hvað segir sportsbókin á Epic það? Fyrir mér í öllum þessum leikjum er clear favorite. Svona clear favorite, hvað þurfti að vera mikið? Já, maður sjá, það er 1.92. Það er alveg clear. Já, ok, þarna er ég... Sko, og með Frakkland 1.61
með Spánn 1.68, með England 1.92 og Argentínu 1.72. Þannig að við förum bara á favoritana þannig og leiðum bara og segjum bara, herru, það komið nóg af óvæntum úrslitum í þessu öllu saman. Þá fært að fá stuðul upp á 9. Já, það góð ástund. Það er gott. Já. Og þú veist, fótboltaleikir eru 100 mínútur í dag. Þetta á að þetta. Já, ég mitt. Mér finnst alltaf gaman þegar þeir sem er að lýsa tala um að séu 4 mínútur eftir að hálfleiknum þegar vita eru komnar 3 auka á þetta. Það segir bara ekki að séu 7 mínútur eftir að lágmarki. Já, út af þessu vassbúrstu. Það eru alltaf allavega. Það er ekki enginn að flauta eftir 45 mínútur. Það er bara svo fattið þetta ekki. Nei. Ótrúlegt. Vanir. Vanafæstir. Hvað er uppbólsfjórðungurinn ykkar í þessu? Það er nummer 2. Annar fjórðungur. Já, þá finnst mér oft að breytast svona hraðast. Mér er stila fyrst, þessast annar fjórðungur. Annar leikur. Mér er þá svolítið svona leikinni svissast. Já. Einhverju leiti. Já. Það verður sammála þar. Þið setja hlutin í fyriráleik. Mér finnst ekki gaman að sem loka leiklutunum þá fara að menna bara henda vaskinum í anstæðingarna sko. Og þurfa, þú veist eins og Argentínumenn gátu rígrúpaða eins og set plan of attack upp. Já, þá svona komið svona mayhem. Við erum alltaf að spá í þessum taktísku pælingum. Hvaða breytingar að gera í fyrstu pásunum. En það væri óskandi bara að fá the clear favorites áfram. Er það ekki? Já. Sko, nei. Er ekki gaman að fá Holland áfram? Nei. Fá Róið áfram og... Nei. Ekki fyrst en að mæta Englandi. Frættur okkar. Hugsa ykkur, sko, óttinn minn væri sá, ef Noregur færi áfram, að Sviss færi líka áfram. Já. Og bara undan og slita háum. Noregur og Sviss. Það væri hræðilegt. Já. Það er ekki leikurinn sem við erum að biðja sko. Nei. Sko... England, Argentína, við verðum að fá hann líka. Já. Ef ég ætla að segja bara hver er bestu liðin sem ég sé að háum. Frakkar er bestu liðin sem ég sé að háum. Já. Bestu, svona, ég held að sé nánast ekki hægt að vinna Spánverja, þannig ég ætla að setja hann nummer 2. Er ekki Norsæður nummer 3? Ég ætla að setja England nummer 3. Já, þeir voru það harðir í Mexíkó. Og svo ætla ég að setja Argentínu nummer 4. 5. besta liðið af þessum liðum ætla ég að segja Noregur. 6 Belgía, 7 Marokko og Sviss 8. Ég er hrikalega hrifinn af Noregi, sko. Já. Það er bara, þetta er svona okkar, þetta er evrópska Argentínuliði. Harðir. Svo mikil harðir og andi í sumaður og allir tilbúinir í þetta verkefni. Það er ræðilegt ef að Noregur með Stalin, Solbakken, alveg grótharður. Það róður og mikil lúðar, við verðum að fá England áfram. Herðu, hann er með gangþrá líka eins og Eriksen, vissir það? Hver? Stóli Solbakken. Það vissi ég ekki. Já. Það vissi ég ekki. Það er... Maður alltaf komið nýja fróðleik. Já, takk fyrir þetta. Það eru alvöru upplýsingar sem við erum að fá hérna. Nú, já, það er byrjað að hita upp fyrir undanúrstaleikin Englendingarnir og Argentínumennir. Argentínumenn að syngja Falklandseyjastríðið og eitthvað. Já, þetta verður eitthvað, sko. Þessi leikur verður að vera, sko. Já. Hvar verður hann? Ef hann verður. Ekki bara, hann er í Atlanta. Það er gaman að fá hann á Estaka. Sko, Mexíkó er búið að kveðja. Já, það ekki. Kanada er líka búin að kveðja. Já, þá verður ekki spila bara. Fylgist ekki með, ekki að followa Gianni Infantino á Instagram? Að sjálfsögðu. Það setur alltaf sama lagið undir hann að HM official lagið þetta hérna. Það er svona eitthvað, thank you, Toronto. Þá kemur svona allar flottstu myndnar og því. Hann þakkar öllum fyrir. Já. Hann kann það. Hann kann að þakka fyrir. Já, hann kann að þakka fyrir sig. Já. Gianni. Og, herðu, his level of respect has gone up. Já, ég sá það í gerð. Það er búið tífaldast respektið á hann. Og hann sagði að það var nógu mikið fyrir. Það var nógu mikið fyrir. Það var nógu mikið fyrir. Það er búið tífaldast. Þú fór ekkert upp 1-2, það er búið tífaldast. Já, það er búið tífaldast. Hann svaraði kallum, make the call. Það er rosalegt að það er búið tífaldast respektið á Gianni Infantino. Það er alltaf búið að ræða þetta svo mikið en náttúrulega þetta er búið að gera þetta í 100 ár, einhverjar hringi og reyna að þrýsta einhverjum ákvörnum hingað og þangað. Trump er eini sem að kemur og líka lætur opinberlega vita af því. Já. Þetta er alltaf búið að gera þetta í 20 ára. Ég meina ef ég verið forsætisráðherra þegar handboltamótið fer fram hérna á Íslandi. Það verður ekki að fara að make the call. Við vorum ringjandi. Þú veist, ef að Björgvin Páll Gústafsson fær eitthvað redkart hann er ekki að fara að sýta stúkur sekúndur hann er get the call hann er bara beint út á þú reynir auðvitað allt, skilja en
En bara Trumparinn alltaf, hann bara gengst við þessu opinbilla. Þetta hringdi í hann. Ronaldo lendi eitthvað í þessu líka, var það ekki? Hann átti að vera einhverju bann í byrjun eða eitthvað. Jú, að þú eftir auðarspildum um dýrum. Átti hann að fá hann að langt bann, en... Rúni var nú að fara yfir þetta líka. Þannig að átti að byrja hann í 3 leikja banni, hvað var þetta, 2010 móti eða 14 eða eitthvað. Og það var nú búið að koma hérna í þessa borg og leika við krakka og gera eitthvað svona, eitthvað filming. Sleppa síðasta leiknum, bara 2 leiki. Hann var að fara yfir þetta bara hvernig fyrir þetta eitthvað. Ásmundur á spjallinu vill underdogs sögur. Já. Við viljum England-Argentínu. Já, ég vil ánga bara England-Argentínu. Það verið geðveikt. Ég rosalega spenntur. Hafaði mæst oft síðan 86. Já, David Beckham. Já. 98 Beckham. Alveg rétt. Og 2002 hérna í Japan og Kóru þegar Beckham skóra á vítinu. Já. Er það ekki bara síðast? Jú. Og sko Argentínumenn yfirleitt þegar þetta út þá verður allt geðbilað. 2006 fóru þeir í hópslagsmál við Þjóðverja. Það var leikur maður. Já. Eðlilega, þú ekki sáttur að tapa. Þetta út. Nei, þeir eru yfirleitt mjög ósáttur eða þetta út, þannig að þetta eru hinnir ultimate motherfuckers. Já. Það skipti á aðeins meira máli. Já. HM. Og þeir eru Englendingar unnið á 62, 62 og 2002. Argentína hefur unnið á bæði 86 og 98, menn hver er markinu 98? Hjá Argentínu. Nei. Þetta er Carlos Roa. Hann gæti ekki spila á lögutum, hann svo trúaður. Roa? Já, Roa. Allavega hvort það var lögudar að sundar sem hann gæti ekki spila á, það var eitthvað þvílíkt vissin. Þannig að Roa kallinn. Hver var í markinu á Englandi? Seaman? Já, David Seaman. Herri, við slum halda áfram og við slum færa okkur yfir í meistaradeild Evrópu. Skoðum meistaradeild Evrópu með Nokko sem eru vinnir doktorfútból. Víkingar unnu frækilegan sigur á Hjör. Eins og ég heyri að eigi að segja þetta. Nú, þessi sigur kom eins og með smá, þú veist, það var leiðindum. Kom með herkjum og leiðindum. Og Gunnar Vatnar var með í stjúputun. Tóknar í rassinum eins og það sagði mér. En Elías? Tóknar hann í rassinu? Það fekk hann upp í spótina. Hvað með Elías? Það er langt. Elías hann er í MRI í dag, en það eru allir líklegast að þetta sé korsband. Það er líklegast. En hann er í MRI í dag og það kemur að koma betur í ljós. En svona, þeir sem hafa lent í korsbandslindu sjá nákvæmlega, það var þannig. Það var skelfilegt að sjá. Þetta er mjög vont. Hvernig fannst ykkur að Bumba var þarna á vinstri kantinum hjá í 10 líka? Í 10. Maður vill eiginlega hafa svona gæða leikmann með Bumbu. Já, þeir eru alltaf með 10. Hann var reyndar ekki með nógu mikla Bumbu. Sjáuðu gaurinn sem tók vítið hjá Kólumbíu fyrsta vítið? Hann var ekki í neinu standi. Þetta var svona old-fashioned suður-amerísku leikmaður. Já, feitum með gæði. Já, með smá kinnar og svona. Ég vil segja að hann skorar 100% og enda neldan honum inn. En já, þetta var, mér fannst sko, talað um hennar leik, mér fannst Víkingandi geðvig. Víkingandi voru hrikalega flotti. Mér fannst þeir að vinna hennar leik 2-3-0. Sást bara í byrjun, það var ótrúlegt að horfa á ungversku meistarinn að mæta með 5 manna blokk og ætlaði bara að klóra sig með jafntefli úr þessu leik. Þeir eru sölduð og færin sem þeir fengu. Já. Það var ótrúlegt að þetta hafa bara farið 1-0. Það átti að fara 2-3-0, það hefði verið fyrst. Já. Sko áfnáttan þá 0-0 þegar við vorum konur upp á tíma. Það er Nico Hansen skora hérna sigur marki á harðfylgi. Ég held að það er rauðspjald líka. Ég held að það er mark og rauðspjald. Það reynir að afhauðsa hann. Þetta er bara mark og rauðspjald. Ég hefði haldið það. Náinn bara. En gott fyrir Víking að Nico kom inn. Hann er búin að vera svona, finnst mér aðeins lítið lýsinn að kemur inn á. Það er Elías að búið að ganga vel í honum. Kom inn og setja þetta sigur mark. Víkingandi voru Við fæði aðeins sjá bekklingsstrákar hjá Víkingunum þar sem að Ármann Ingi Finnbogason kemur hann inn á með frábæra Geðveik sending. Hver áttu fyrsta skallan? Óskar. Óskar, já. Ingimundur færi hann að færi af 7 metrum. Valdimar fyrir. Já, það átti að setja þetta í 2-0. Hann var svona, hann var svolítið offit í færunum í gerð. Já, hann var slagur í færunum. Það er magnað að hitta ekki markið hann. Já, hann líka alltaf... Hann var bara að leggja hann, alltaf dúndra. Það var ekki mikið að gera, ég veit hjá Ömma. En þú veist, það voru nokkri krossar og hotspinnur og eitthvað sem hann sko greip vel inn í. Það er ekkert grín allt í hann að vera mættur. Þú veist, svo fljótt að breytast í boltan. Fyrir mánuði síðan var bara fristur í val. Bara fekk ekki að æfa. Ekki að æfa, nú er hann mættur í fórkinni meistardeildina. En hann svona það litla sem hann þurfti að gera gerði hann vel. Það er að bera hrós að því.
Vel gert ömmi. En hvað höldum við núna úti? Er þetta ekki alveg sens? Jú. Stór sens? Jú, þetta er náttúrulega, þið afrek fyrir íslenskan knattspyrnu ef við Svakalegt. Ungversku meistarunum. En alltaf vika í langu tíma fótbolta. Þeir eru eftir að vera í betra formi þá á þeirra velli. Það verður náttúrulega allt öðruvísi leikur. Hvað verður ekki 33-34 gráður? Jú, pottitt. Já, svona 32, 3. Hásumar í Ungverjalandi? Já, þetta er svona klukkutíma frá Budapest. Já. Þannig það verður allt öðruvísi leikur. Ég er samt, þeir vinna hér. Sko. Þeir klára hér. Þeir klára hjörinn. Það er rosalegt. Hverjir voru bestir í liði Víkings í gær? Hann Gylfi var frábær. Sá var góður maður. Hann er samt eiginlega bara alltaf best. Já, en sko... Hver er fleiri? Oliver Ekroth, hann er öflugur sér frammeir hérna, en Oliver Ekroth var bara alltaf einn, það var alltaf einn á mótan. Hann átt hann í hvert einasta skipti þegar boltinn kom fram. Okay. Þannig að hann var svona að öðrum ólustu þessi tveir, fannst mér. Já, þetta var frábær sigur Víkinga, en hefði mátt vera stærri. 2-0 hefði verið bara samgjant. En það hendar Víkingum illa að vinna leiki 3-0. Já, það fyrir næsta leikur í rugl. En hvað höldum við? Haldið að við, ef allt bara fyrir eins og við höldum með að þetta sé crossband, haldið að þeir kaupi nýja framherja? Með Níko þarna. Með Níko? Þið fyrir að fleiri neyð. Ég meina, svona ef við reyna, ég myndi halda það sem að breytast núna, ef hann er með slítið crossband, þá reyna að snatsa Árna, Vil. Já, það var ekki galið. Það var típist Víking. Eða kalla alla tilbaka. Hann er sjóðhættur hjá Fram. Já. Hann er sjóðhættur. Svein Margeir líka. Þeir líka með Svein Margeir á láni. Já, ég held að færi samt svolítið eftir bara hvort er vinnina leik 14. eða ekki. Já, en þeir náttúrulega verða, kalla tilbaka. Ef þeir kallaði ekki tilbaka, sko... Geta þeir kallað alltaf tilbaka? Er það bóttið? Ég held að. Bara nú þekki ég það ekki almennilega. En ég meina, þegar þá, sko, missir hann getur það ekki komið inn í haust, hann kemur það bara í janúar. Hann missir þá af ef þeir fara áfram. Þeir er náttúrulega hugsa út í það líka. Já, þetta verður áhvert að sjá hver næstu skrif Víkinga verða þarna, en við auðvitað bara vonumst til að Elías sé í lagi með hann, þetta séu bara einhver stuttur tími. Já, það var ekki ekki. Það var sko, við vorum nánast að jarðsetja jarðsingjan Aron í markinu, sko. Svo voru þetta 2 vikur. Já, það er bara... Þú veist, stundum fara með aðeins fram úr sér. Já. Og eðlilega, þú veist, einhver byrjar að tala crossband, þá er þetta svo fljótt að fyrsta stund, sko. En... þetta er í bestafalli er þetta, alltaf eitthvað þá liðbandi eða beinmæður, það er alveg ljóst. Það er ljóst að hann verið frá tíma. Við slum skoða fleiri leiki. Vestramenn hefja baráttunni sína og ég minni þetta á þorsnakkana frá Samherja. Það er herramannsmatur alla daga. Þorsnakkarnir frá Samherja að sjálfsögðu selgetu úr sjónum. Það er ekkit betra en góðu fiskur eins og Snorri Steinn sagði, eins og frægt er orðið í dag. Er það Karabakk vestri? Já, þeir komaði þetta í gær, sýtist mér, miðlana. KSÍ hefur nú mátt gera eins og gera fyrir Víking líka. Það fylgir vestir á mánudagskvöldi fyrir vestan. Það leyfa þeim að hvíla þann leik og okkur svo einvið. Já, þeir geta hvílt sig eins og þeir vilja, þeir ekki breyki í svo leik, sko. Eðlilega ekki. Þeir geta hvílt sig í mánu fyrir það leik, sko. Hver er á bekknum núna hjá Vestra til þess að sjá til þess að þið séu með license þjálfara? Það er góð spurning. Komið það. Var það komið? Þær fréttir geta að fara bara fram hjá mér. Því að Batu er ekki með þau réttindi til þess að stýra í Evrópudeildinni. Ég var alltaf ekkert komin neitt með það. Mér fannst einhvern veginn ljósast að þau myndi hjóla bara í Adda Gretas. En mér var ekkert heyrt með það. Svo frétt lítur að þetta fljótlega inn að þessu komnu með einhvern, því að ég vissi að þetta var eitthvað smá mál. Svo er þriðji leikurinn í Evrópukeppni, þar sem að stjörnumenn spila. Eru þeir ekki að spila við Færeyinga? Jú. Sko, við verðum að vinna það. Já. Þeir verða að vinna það. Já. Það er bara skandall ef við myndum ekki vinna. Víking. Já, Víkingarnir. Og það skemmtilega líka er að ef að Víkingar Reykjavík vinna sitt emi, þá spilaði við Klaksvík. Vá. Þá svolítið sjáum við hvort deildin
Já, þetta Battle of the Leagues. Þetta bara Atlantic Cup. Þá kemur uppgjöri, stóra uppgjöri sem við erum búin að bíða eftir. Ég spilaði með KR þarna árið þegar að fyrsta skipti sem að Íslands lið tapaði fyrir Færeyingum 2004. Spilaði þann leik? Já, 3-0 í hálfleik. Taktísk skipting. Willum tekur Kristján Finnbogason úr markinu, setur Hafliðason í markið. Seinni hálfleikur fyrir 1-0, töpum 3-1. Þið unnu seinni? Já. Vel gert. Þannig að veistu hvað skoraði fyrir okkur? Manstu eftir ég það? 2004. Henning Jónasson. Skoraði Henning? Já, sett hann í... Hann var alltaf öflugur í Evrópu. Já, hann er Evrópu leikmaður. En... Hvað stuðullin á vestra er þetta ekki morgun? Já. Þetta morgun, já. Hann getur verið ansi hár. Já, þetta getur verið, maður sjá, hann 41. Vá, það bara langt síðan að 1,0. Já, stuðullin á Karabakh 1,0. Hvað þetta gerst oft? Þetta gerist mjög sjaldan. Já. Þetta minnir mig svona á dílina sem að Svíinn gerði þarna sem var að betta á að Svíjar eru ekki heimsmeistarar. Það var eitthvað sem að bara setti bara hauga peninga á að Svíjar eru ekki meistarar. Bara á eitthvað 1,001 eitthvað. Það ætlaði bara að ná í eitthvað. Ná í smá öður. Já. Ég hef ekki séð þetta þar. Nei. Þetta hef ég ekki oft séð, ég skal viðurkenna það. Við slum aðeins skoða fréttir úr bestu deildinni. Það nóg að frétta í bestu deildinni. Já, ef þið vantar pípara, þá alveg sniðugt að fara bara á vantarpípara.is. Það svona, ég veit að ég náttúrulega með mann hérna hliðina mér úr konungsfjölskyldu pípara. Já. Þannig að en þeir eru öflugir líka þessir. Það líka nóg að gera alltaf hjá mínum mönnum. Já, það hefur ekki tímið þeir. Nú, Tryggvi Hrafn, það er svo sem mest geymda leyndamáli, en það er allavega staðfest núna. Hann gengur til þess við Skagamenn á næsta ári. Reynar ekki að taka maður strax? Hann vil komast á plastið. Já, hann býður til plastinu. Hann er ekki græsum. Hann sagði bara sorry, en ég þarf plast. Takk nei takk, ég þarf plastið. Ok. Gefið mér plastið. Og þá mæti ég Víkingarnir að hafna tilboði samkvæmt fótbolta.net. Þetta að sjálfsögðu er ég að lesa fréttir af fótbolta.net. Já, IK. Og Nei, Gæs fyrir ekki. Gæs. Já, Gæs. Gæs, allar að taka Óskar og Jóa Berg. Já. Gott að geta sagt, come on guys. Come on guys. Come on you guys. Það er alveg tjánt. Róbert Frostin alltaf. Hann er þar, já. Hvernig er staðan á Jóa og Gæs? Hann er bara að skoða það bara. Er hann búin að fara út og kíkja á þetta? Nei, hann er ekki búin að fara út, en hann er svona bara eitthvað að hugsa þetta. Tekið krakkana, kíkti Lýsinberg í leiðinni og... Svo gæti hann náttúrulega komið líka bara og sótt titil á Laugardalsvelli. Já. Það væri klókt. Já, það væri klókt. Nei, ég held að ég vona að hann fari í Gæs og... Af hverju? Af hverju vonar hann ekki að fara bara í Breiðablik? Skemmtina á hann í Breiðablik, þetta er Gæs. Það er bara upp á að halda 2028 EM opnu. Já. Þannig að ég vona það og endi þetta þá. Annars fyrir hann bara í Breiðablik og hætti, sko. Segð hvað, menn eru miklu... Það er ekki hér fyrir landsliði. Já, og menn er, sko, farin þeirra upplifa sig miklu yngri. Þú veist, ég meðan til pappa minnum 45 ára, 46. Og hann var bara gammalt kall. Já, og líka bara þegar ég var yngri, þá voru menn bara hætti 33-4. Já. Þetta er bara að hugsa sig. Ég meina, þér líður örugglega tölvöld yngri núna en það heitir sér Senko. Þér líður á 30. Já, þetta munur. Þetta munar þetta allt saman. Lino Karls var að skrifa undir í Breiðablik. Það er lánstíll út tímabilið ekki. Já. Segið mér aðeins frá Lino Karls. Er þetta... Ball playing hafsend. Frábær hafsend. Getur verið djúpur líka. Mun hann styrkja þetta lið? Já. Bara hefnislið. Það var það að muna ekki smáum hann, sko. Þannig að það er náttúrulega líka svo nokkuð eins og Albert fór yfir núna hittunum Ara Leifs, stjarnan er konin í mixið þar. Já, þeir verða að taka neila. Þeir ættu að setja stóru segluna á borðið. Þeir vantar hafsend. Já, þeir þurfa að fá. ASAP. Já, þeir verða að taka þessu. Já. Ef þeir alltaf að fara að gera eitthvað. Guðmar Gauti er búin að fá nóg hjá Fylkismönnum.
Já, hann tekur Ragnar Braga á þetta og fer frá Fylki eins og þegar þú fórst í Víking svo frækt var hér árið. Já, það er náttúrulega sniðugt en maður fari ekki að spila á Fylki að fara í IA. Það er mikla líkur að spila þá. En þetta ekkert fyrsti gæðin sem gerir þetta? Nei. Við sjáum að við Hákangar mistum Happapólitíkin. Við mistum þrefald B þangað. Já, Triple B. Já. Hann fór upp á Skaga Ingimar er klókur sko, hann er alveg liggur í þeim. Nei, ég meina bara ríkilega efnilegur strákur, en hann er náttúrulega ekkert, hann er búin að vera meiddur í vetur og ekkert spila. Nei. Og hann er að... Henta kannski ekki Fylkisboltan. Henta er ekki hennar leikstíl. Nei. Þetta er einna snertinga dæmi sem er í gangi í Árbænum. Holy G er með. Hann er kallar Holy G núna í Árbænum. Já, ef hann kemur ykkur á Laugardalsvelli, þá trúi ég því alveg. Já, það er öflug dagskrá helgina tengslu við grannaslægin á Selfossi. Ítið að sjá þetta er næst eftir fréttin á fótbolti.net. Sæll. Það er styrktarleikur. Já, það er Selfoss Árborg. Já. Sælar. Vá, það verður einhver leikur. Litla flugvélin mæti með sína menn þetta. Vá. Mælum með allir leggja þessu lið. Gummi kalli opið mér á úrvalslið leikmann sem leikið með Selfoss Árborg. Þetta er eiginlega það gott að þetta er í kvöld. Og hann var kannski bara að renna á Selfoss og ég verð að sjá þetta hann er í 25 mínútur að því sko, þetta er ekki smá listi. Þetta er úrvalslið leikmann. Þetta er hérna, já, ég ætla að vera með úrvalslið leikmann sem að spila fyrir, sko, úrvalslið leikmanna, sko, Hull og Coventry fyrir, sko, þegar þau liðin mætast. Það er að revíla, sko, sameiginlegt byrjunarlið þeirra. Það er ekkit, þetta er alltaf skemmtilegu feature. Þetta er gaman, sko. Alveg eðislut. Lars Lagerbäck komið starf í Svíþjóð. Já, hvernig var að gera? Hann er ekki á Sundsvall. Jú, Sundsvall er það. Fjár aðstofþjálfari. Já, hann er þarna í Nist í Svíþjóð held ég. Já, það er flott hjá kallinum að koma þangað. Var búið að staðfesta meðslin hjá Ólfur Heiðarsinni? Já. Já, það er búið að staðfesta þau. Var það ekki? Jú, ég hafði bara heitt af þessu. Hann stefnir á að spila samt á tímilin aftur. Hann er náttúrulega built different sko. 6 vikur. Já. Þannig að vonast til að ná að spila aftur á þessum tíðumbili. Við sjáum að Orri Óskars þegar eitthvað Venezia er að vona að fá hann. Jóhann Þór auðvitað farin til Venezia. Já. Þóri Jóhann. Þóri Jóhann. Þeir eru að fá að taka Orra. Það væri gaman. Já, Það getur skorað svolítið þar. Já. Ekki? Jú, hann myndi skora. Fær maður eitthvað færi á að vera frammi í Venezia? Ég þarf þjónustu sko ef ég er frammi. Það þarf að delivera, skilur við. Ég þarf að fá nákvæmlega fyrirtjónu sem Enzo Fernández. Það sem að þú droppar aðeins og stangar hann í fyrir. Nei, ég vil alls ekki sjá hann þar í Venezia. Ekki? Nei. Vil ekki hafa hann í eitthvað aðeins stærra liða? 1 skrið tilbaka, 2 skrið áfram. Svo það er oft virka. Nei, hann er náttúrulega eftir ágætis framherja þarna hjá svo sé þetta þannig að Oldsabal. Já. Herru, hérna hvaða liði varst þú aftur lánaðu til? Ég? Já, stóð til að það lánaði. Sko, ég var eitt lánaður, ég var lánaður eitt nærdild, það var ekki, ég held að það hafi verið Stevenage. Stevenage? Ég fór að horfa á Stevenage Mér minnir það. Já, mannstu ekki? Nei, býtu. Þú tókst ekkert krú og þetta dótt. Nei, það voru hátt. Þetta var eitthvað ég maður ekki. Nei. Hérna, já, var þetta ekki sama lið og hann fór í hann, hérna. Ég var að skoða hvaða lið það var sem hann var slánað til. Geta ekki púlað upp hérna, Wikipedia. Viktor Unnar. Transfermarkt. Stevenage. Hvað kostar Viktor Unnar í dag? Það er eitthvað dýrt. Það fá svolítið mikið pakka. Nei, Ísborn. Ég veistu hvað, ég mundi þetta. Ég var að æfa með Stevenage, já, alveg rétt. Ísborn. Þarna fóru Íslendingar mikið í ensku skóla. Já, þarna var ég samt ekki búin að... Já, svona 2 vikur á sumrin á dæmi. Ísborn, alveg rétt. Áður á YouTube kom, þá fóru Íslendingar alltaf í ensku námski. Máttu alltaf einhvern vin sem var senduð þá 2 vikur á sumrin. Bara illa sér ensku skóla. Já. Það er eitt af þessum klúbum. Og hvernig kunnur við þig á Ísborn? Bara ágætlega, ég var ekki búin að æfa fótbolta í einhverja 13 mánuðana. Þannig ég kom í litlu standi. Það er kíkjum aðeins á að mæta til Ísborn þannig. Enska boltan með Mikluborg fasteignasölu. Það sem dílarnir klárast. Það er Miklaborg. Nú,
kannski Alvaro Arbeloa. Já, Fulham. Já. Það er bara frá gengið. Hann búin skrifandi samning við þá. Ný stjórið þeirra. Það ekki bara hörku fínt fyrir hann, eða? Jú, bara flott. Þetta ábyggilega alvöru strákur. Hún tekur ekkert við Real Madrid nema það sé eitthvað spunnið í þig. Nei. Fullt af gauðum sem að þjálfa Real Madrid sem að bara Lopategi. Já, ég meina Lopategi, ég var búin að gera vel áður en að hann tóku því. Þessi gauðar í gamla daga hana. Er hann ekki ágættis þjálfari samt? Þetta eru pottir góðið þjálfarar. Jú, klálega. Þú þarf náttúrulega bara að vera önnur skeppna í Real Madrid. Þetta er bara maður sér mun og þetta er náttúrulega vantilega alvöru gauður. Þannig svona frekar en Rosenjör sem er mættu til Paris SG. Já, Paris FC. Og Kevin Trapp í markinu. Já, hann hefur lesið vittlust, hann hefur lesið PSG en PFC. Morgan Rodgers er með, það eru öll liðilega sem hafa áhuga á honum. Já. Og Arsenal hefur svona verið leiða kaplöpuð hann svo má segja. Liverpool hafa áhuga á 2008 starfum í Mexíkó. Já, Mora. Já, það er spennandi. Spennandi leikmaður. Andri Santos líka, það er spennandi fyrir United. Já, miðju buffið. Já, miðju buffið. Það væri verulega sáttu við að fá hann. Hvað Ef myndi ná honum. Sko, West Ham, þeir ætla beint upp. Þeir eru að monitora James McAtee. Býttu United að reyna að fá Tottenham fari ekki eitthvað og hjóli einhverja þessum gaurum þá. Já. Þetta er rosalegt flug á ykkur. Já, bara þegar United skátar það og við kaupum. Hver var aftur, hvernig heyrði ég svo? Börmóð frá mér inn. Krúbi. Leá líka. Leá. Herrið, en þeir eru búin að fara að selja Jet Spence til Everton. Nei, var ekki City. Jet Spence til City. Ég er í alvörinu búin að vera að heyra það. Það er ekki séns að fara til City. Kannski að fá hann enna til að blása. Fá Viktor Unnar til að blása. Everton. Sjáum hver hlær best 31. Er hann að byrja fyrir England og Tottenham er að fara að selja hann á 25 miljónir punda. Já, þú áttið á því að fyrir ekki svo lengur síðan. Það er að gerast. Við buðum hann á 7 miljónir í Serie A og þessu takkir neytak. Og sá svo bara mættur í byrjunliði nokkur leikið á Englandi. Já, það er alltaf ótrúlega að hann sé þar. Það er sem maður segir, aldrei gefast upp. Sko, skemmtiðnaðurinn. Það væri rosalegt. Skemmtiðnaðurinn er skemmtilegur. Inter Miami er að vonast til að taka Vosinja. Þetta grænhöða. Já, það væri fínt. Backup-keeper. Já, ég meina. Nei, hann er alltaf advertising value í honum. Já, með alltaf þessi Instagram followers. Já. Það er samt spurning hvort þetta reykist ekki á við Instagram followera Leo Messi, að séu hvort þið er með þetta fólk. Já, meinar. En Vosinja, þetta er kóngurinn hjá krökkunum í dag, ég ætla að sjá að segja það. Er guttið þinn? Vosinja maður, já, brjótaru Vosinja maður. Þetta er bara kóngurinn ákvarðat núna. Nú, maður sjá, synir Wayne Rooney og Michael Carrick voru að skrifa undir einhverja díla núna á Old Trafford. Þannig að það eru öflugir strákar þar. Það er einhver veikindi í norska hópnum. Já, flensa. Já. Eru ekki meiri víkingar en það? Nei. Þetta er svolítið að undirstryka það að við Íslendingarnir erum the true Vikings. Hvað ætli sé? Þetta er matareiturinn? Nei, kvef og eitthvað svona. Mér er með flensu. Hvað er þetta að fá flensu í þráttíku? Þeir fara inn í airconditionið. Já, það er alltaf nóttina. Já, fá kvef. Það er að fá kvef. Já. Það er góða punktur. Búin að vera einhver kvefskítur í það. Þú veist, Aron Einar, það þurfti náttúrulega að halda honum inn á leikina móti, sko. Það var dálítið gott, sko, að hann var með lukku, eða strákurinn sem fór með hann inn á völlum var í hjólastól. Já. En það voru flestir á því, sko, að þeir hefðu átt að vera báðir. Ekki kannski skipta. Því að hann var algjörlega að drepast á leiðin inn á völlin, en ætlaði að spila hann leik og gerði það. Já, myndum við ekki allir gera það? Jú, en kannski ef ég get ekki labba, þá myndi ég kannski bara vera heiðalög við Heimi Hallgrímsson og segja sett fyrir. Alltaf að taka gata Jóa. Já, fá kannski að klípa síðustu 5. Ég er alltaf líklu, settum inn á. Það kemur, sko. Dóttór fútból fer að kveðja. Eitt sem að mér langar að ræða. Já. Ef að Messi vinnur HM. Já. Eða Auto Ballon d'Or. Já. Er það? Já, sjálfsög, HM. Þetta er bara stærsta. Þetta er stærsta sem nokkur leikmann getur unnið. Já, ef að Sviss vinna HM þá grænir Xhaka. Já, kemur Söndiland í Evrópu og tekur HM. Já. Það er ekki alveg ár. Sterkur 1-1. Ég meina,
keppir ekkert við það. Já, ég veit það ekki. Jú, ég held það. Hann myndi alltaf vinna Ballon d'Or eða vinna HM. Það er bara með þessi mörk. Assist kóngurinn. Zlatko Dalic er hættu með króatíska lið. Eftir 9 ára starf hefur staðið sér vel. Já. Meiri áttar. Stoltur frá bóði. Hann fer til Sáti. Ég sé bara Sáti á ennina hún. Landslýsáta. Nei, bara, Deildina. Þetta er gaur sem að vill komast í smá heitar núna. Já. Og smá aur. Það er eitthvað heitt í Króatíu núna, maður. Já, ok, ég er að tala bara svona, já. En, já, guðblessi, þann flotta dreng Zlatko Dalic, sem hann sagði tíma að hann væri næst besti þjálfari í heimi á eftir Didier Deschamps. Og ég ávera næst hæst borgaði þjálfari í heimi. Já, hann er pott þetta að fara að sækja seðil. Já, hann er að fara að sækja seðil. Hann er búin að vera að biðja það. Kamata, var hann að gera nýjan díl eða? Já, hann búin að gera nýjan díl við Crystal Palace. Já, ok. Svo kveðja góðsagnar okkur hver á fætur annari. Megas. Já, hann dókir. Hann var, þegar ég lítill, þá er bara Megas non-stop í útvarpinu, í sjónvarpinu, spjallþáttum, ég meina, það var þessi spóla heima á mér, Bubbi ræði við Megas. Já. Og þetta var mesti listamaður okkar á þeim tíma, svo bara eins og það hefur verið eitt slögt á hann. Man bara hefur ekki orðið var við Megas í 15 ár á Íslandi. Man fór á Spotify og fór að rifja þetta allt saman. Þetta eru allt lög sem að hljómuðu allan daginn í útvarpinu. Það er bara svona nostalgíu. Já, þetta var... Mér var oft líkt við hann þegar ég var yngri. Það er bara, það voru segjum tveir af því að ég var líka með þessu útstæðu. Já, út af eyrunum. Já, út af eyrunum. Menn voru oft að spyrja hvort að mamma hefði eitthvað kíkt á Megas. Já. Nei, ég er með, þess vegna setjum ég vel vinstri vangan á menn. Ég er með frekar útstæður. Sjást ekkit. Ég fór í aðgerð, sko. Þú fórst í aðgerð? Já, ég var bara svo beil í gamla dag. Já, það. Já. Ég var bara hérna, sko. Haldi hvað er gott að sé hægt að fara í aðgerð við þessu. Það var bara alveg Dumbo. Ég var bara hér, sko. Og þú kallaði Dumbo? Já, oft. Sískinni mín gera það reyndar. Gleðilegt. Þetta er eitt af þessu dóti sem að heldur áfram að stækka. Já, eyrun. Já. Ég sé að dætu mínur er aðeins að erfa þetta. Já. Fyrir miður. Það gerist. Það er þetta að laga. Já, það er þetta að laga þetta, ég veit það. Kíkja á Hannes. Fórst þú bara í lítaði gerulegt laga? Amma sendi mér bara, hún sagði bara þetta gengur ekki lengur. Bara nú sendu drengin bara ég var 11 og 12. Hvernig er þetta lag? Þetta er eitthvað skorið og límt. Tekja af og sett öðru sjá. Þetta var eitthvað skorið hérna bakvið og límt aftur. Þetta var svaka aðgerð, sko. Já, ég trúi því. Umbúður eitthvað 10 daga, sko. Ef við getum fengið mynd af gömlum Bale. Já, Gareth Bale. Já, þá getið þið séð hvernig ég var. Já, ég man ekki. Ég var bara svona, basically, sko. Okay. En fyrir mér er þetta svona karakter, Megas væri ekkit án eyrna, hefði ekki verið eitt án eyrna. En svo er ég alltaf með tennuna líka, en eitthvað þurft að gera. Þetta er eins og Logi Ólas, frekinskari karakter. Já, ég er alltaf með skakka tennu líka, en ég ákvaði að halda í þær og losa eyrun. Svo var það svo gaman Megas sem maður hefði eitthvað. Alltaf sem var með heila blófall. Komið aðsvip. Já. Rosalugur kappi þar. Nei, hann hvíl í friði, sálistamæður. Já. Herru, Dóttur fútból, þakka fyrir sig á miðvikudegi. Við ætlum að gefa strákunum frí á morgun, strákar, og það er keila klukkan 1. Keila klukkan 1. Já, sem breytir síðan í diskokeilu. Já, yes. Okay. Það er langt best. Já, þá er ég mættur. Við erum upp í keiluöldina. Ég spila alltaf eitt ránd af venjulegri keilu. Læt svo henda í diskokeilu. Það er flautað inn bara. Já, ég gerir bara svona. Kveikjum á þessu. Setið diskóið á og við gerum allt vitlaust í keiluhöllinni. Herri, Dokk þakkar fyrir sig og við heyrumst aftur á föstudaginn vonandi þá með Gunnar Birgisson sem hefur auðvitað að fara á kostum á HM. Kemst hann út á gólfinu eða? Maður veit ekki, hann er pottitt. Sá er búin að vera góður á HM. Já, ég verða að rósa því. Já,